Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Ok, nú ætlar að elda fisk. Já, grilla fisk. Við ætlum að grilla fisk núna. Mörgum finnst erfitt að grilla fisk og það er ekki hægt að grilla allan fisk. Ég grilla bara ekki fisk. Ég hætti mér ekki út í þetta. Nei, sko sumur fiskur, eins og skötuselur, stundum lax, er bara eins og kjöt. Af því það er svo, þétt kjötið. Maður grillar ekkert þorsk, nema bara að vera með bakka undir honum. Ég myndi allan ekki treysta mig til þess. Hann dettur bara í sundur. Og hvað ertu með hérna? Sko, ég er með skötusel, en ég ætla semst að sýna þér eina aðferð til að grilla fisk eins og þorsk án þess að vera með álbakka og heldur með sítrónu. Nei. Jú, og þá ætlum við að leggja sítrónur Af hverju ertu með sítrónur? á grillið. Er það? Við ætlum að láta grilla fiskinn í gegnum sítrónunar. Er einhver sérstök ástæða fyrir því? Ég er náttúrulega bara, sítróna og fiskur er rosalega gott saman. Og þetta er bara svona náttúrulegt og sumarlegt og fallegt. Þannig að þú byrjar á því að setja sítrónunar á grillin? Við byrjum á því. Bara á fullum hita eða? Já, bara á fullum hita. Og þetta mun taka smá stund af því að hitin þarf að fara í gegnum sítrónunar og upp í fiskinn. Þannig að við ætlum að byrja á þessu. Svo leggjum við bara fiskinn hérna svona á. En þarftu ekki að krydda þetta ofan? Jú, við gerum það. Við ætlum að krydda skötuselinn með salt og pipar. Alveg óhrætt. Og ég ætla meira að segja að setja smá grillolíu á. Gerir maður það vanalega? Setur maður grillolíu á fiskinn? Já, ég set grillolíu á allt. Mér finnst þú bara alveg æðisleg. Og það er með þessa grillolíu sem við erum að nota frá KP, orginal olíuna, að hún er svona lagskipt. Og það er svona gums í botninum, en ofan á er þetta bara svona rauð olía. Hvar fæ ég þessa olíu? Bara í flestum búðum. Og ég ætla bara að nota, ég ætla ekki að taka gumsi með. Þetta er bara olíu núna? Ég ætla bara að setja olíu núna. Sumur fiskur eins og skötuselur og lax. Þú vilt ekkert elda hann í gegn. Nei. Þú vilt elda hann þannig að hann sé stökkur að utan með crispy grillskinni. En juicy líka innan. Og svo juicy og bara medium til medium vel. Finnur lyktina sem kemur að þessu? Þetta er bara lítslegt. Það er svona sítrónu... Og svo tökum við náttúrulega sítrónuna með á diskinn. Grillaða sítrónuna komum með, kreistum hana yfir og það verður alveg guðdómlegt. Svo er svo gaman með sel, að þetta er svolítið bara eins og kjöt. Og þessi selur, ég er búin að marinera hann í smá barbecue og soja. Skötuselur. Skötuselur. Allar svona dökkar sósur, smá þykkar, sem eru með smá sætu í og seltu. Við þurfum ekkert að krydda hann meira. Það er svo mikið, það er salt í sojanu, það er sykur í barbecue-sósunni. Þannig að þetta er ekki flóknara þá, þú lætur þetta bara liggja hérna? Ég læt þetta bara liggja hérna í og við ætlum að grilla hana bara heila. Við ætlum bara heil grilla hérna. Þetta er æði. En þarftu ekkert að loka grillinu upp á hitann og svona? Ertu bara með þetta hnótt? Þú sér hvernig selurinn byrjar að eldast. Já. Það er komið svona hvítt með þetta glært. Rosalega lítur þetta vel út. Ég held að okkur sé alveg óhætt að leyfa þessu bara að vera opnu til þess að myndist ekki ómikið hiti inni líka. En þarftu ekki að snúa á skötuselinn? Jú, vegna þess að það er sykur í marineringunni. Og sykurinn brennur svo hratt. Og að þetta er svo stórt stykki, þá ætla ég að nota bæði töng og spaða á orðin laus. Nú bara snúa honum við. Og hann virðist ekki fara í sundur heldur. Nei, hann er eins og nautalund bara. Þetta er ekkert smá mikið. Hvað er að tala? Fyrir, hvað er þetta? Fyrir 5 manns? Svoleiðis? Þetta? Já, þetta er fyrir... 4. Þetta er fyrir 4 með góðu meðlæg. Já. Hvað ætlar að bera fram með þessu? Sko, á kopar eru við með grillaðan skötusel með pesto og brokkoli og grænkál. Nú ætla ég að taka litlu bitana af því að þeir eru tilbúnir. Þeir eru ekki eldaðir í gegn. Og þeir halda líka áfram að eldast núna. Taka þessar girnilegu sítrónur hérna með. Já, þú berð þær bara fram með fiskum. Þetta er yndislegt. Já, þetta lítur vel út. Og svo var ég að taka smá af jurtunum sem við erum með inn í garðinum. Ég ætla bara að klippa basil og graslauk
Grasslaukurinn hann smá sterkur en samt ekki of. Og svo ætla ég líka að taka smá basil. Það er engin handbók hvaða krydd mega fara með hverju. Og þú bara leyfir þér að vera vilt í þessu. Svo finnst mér eiginlega bara ólífuolía. Það er svona eiginlega nýja stæði hjá mér. Og þú bærir þetta bara svona fram? Já. Það smaka. Kýlum á það, ég ætla að kreista þessa sem var smá eftir í grillað sítrónu. Mér finnst þess að sítrónur toppa en það rétt, sko. Þetta var alveg geðveikt. Basilinn er alveg geðveikur. Þetta er 10. Þetta er sérlega þessi tilbúið. Er þetta bara, er það tímið þetta? Já, þetta er búið að vera og líka bara að koma við hann. Hann er mjög þéttur. Þetta er rosalega, en hann bánsar, sko. En hann er alveg fullelda hér, en hér er hann ennþá bara, svo mun hún að halda áfram að eldast í smá stund. Áttu að láta hann bíða. Leyfum hann bara aðeins að bíða. Hvað ertu með hér? Heyrðu, ég er með svona kryddjurtir og ég ætla bara aðeins að klippa þær yfir. Þú rennur í gegnum hann, sko. Þetta er kallað, skötuselur er ekki kallaður humar hafsins fyrir ekki neitt. Má ég smaka? Það er bara að fá þér. Þetta er geðveikt. Þetta er líka 10. Þetta getur bara ekki klikkað. Þetta fram með einhverju sósu. Já, það pesto þarna. Þetta er eiginlega betri en hinn áðan. Þetta er jafn gott. Smellugas Ólís fyrir grillið, útileguna og heimilið. Ólís, vinur við veginn.